We stayed in Keflavik last night. Við gistum í Keflavík í gærkvöldi. And across the street from the hotel where we stayed was a place called Olsen Olsen. Og bara hinum með götun og hótelinu þar sem við gistum, þar matsölustaður sem heitir Olsen Olsen. And so we said, Kimberly, you are home. Já, við sögum, Kimberly, þú ert komin heim. And so I had to try an Olsen Olsen. Þannig að ég varð að kaupa með svona Olsen Olsen, þetta svona eins og löllabátur. I had to find out where my wife comes from. Ég þurfti að finna út hvaðan kona mín upprunnin. Her DNA is a hot dog. No. Don't try. Það svona, hún með pulsugen. Ég búin að komast að því. I'm probably in trouble now. Ég svona komið mér í vandræði núna. No, it's so good to be back here. Bara svo dásanlegt að vera komin aftur til. I believe we are connected for life. Ég trúi að við séum tengd til lífstíð. I really do. Ali, I believe we are connected for life. Ali, ég trúi að við séum tengd til lífstíðar. You know, in life and ministry, we're called to be connected. Í lífi og þjónustu þá erum við kölluð til að vera tengd. It's not just a kingdom, it's a family. Það ekki bara Guðsríkið, þetta fjölskylda. And I love when God makes family connections. Og ég elska þegar Guð gerir svona fjölskyldu tengingar. I have family all over the world. Ég á fjölskyldu allan heim. I've had many ministry opportunities in many places. Ég fengið tækifæri til þess að þjóna víðsvegar heim. But in a few places, I can call the place where I am family. En það eru fáum stöðum sem ég get komið og kallað fólkið fjölskyldu mína. And I wish I could say that in every place. Og ég vildi geti sagt þetta hvert stað sem ég heimsæki. But I don't know what it is. It's God. Ég veit ekki hvað það bara Guð. And you come into a certain place and it's God. Og þú kemur bara á einhvern stað og Guð bara þar. My connection here. Og þessi tenging á milli okkar. And my connection with your family. Og tengingu við fjölskyldun ykkar. When I sat around your kitchen table last time, Þegar ég sat við eldhúsborðið heima hjá þér síðast. I was just overwhelmed Þá ég bara gagntekin. with the presence of God. Af nærveru Guðs. Because they were feeding me so much good food. Þau voru að gefa mér svo gott að borða. No, it was the presence of God. Nei, þetta var nærvera Guðs. And the good food. Og góður matur. Presence of God first, food second. Ja, fyrst nærvera Guðs og svo góður matur. It was powerful. Þetta var bara svo öflugt. Just powerful times. Bara Good to see you, my sister. Gott að sjá þig, systir góð. Thank you, Jesus. We're called to be connected. Við erum kölluð til að vera tengd. The Bible says Peter and John went up together. Það segir í Biblíunni að Pétur og Jóhannes fóru upp til mustrisins saman. And right from the beginning of the Bible, Og bara í upphafi Biblíunnar. God declared it's not good for a man to be alone. Þá segir hann það ekki gott fyrir mannin að vera einsamur. It's not good for a church to be alone. Það ekki heldur gott fyrir kirkju að vera Not good for a ministry to be alone. Það ekki gott fyrir bara þjónustu að vera ein. It's not good for a pastor or an evangelist to be alone. Það ekki gott fyrir pastor eða trúboða að vera ein. We're called to be connected. Við erum kölluð til að vera tengd. And here's the word I have for your church. Og hér orðið sem ég hef fyrir kirkjunni ykkar. I don't know why you have church at 4 p.m. Ég veit ekki af hverju þið hafið samkomu klukkan 4 í eftirmiddaginn. And I've never asked the reason. Ég hef aldrei spurt ástæðuna. But let me just tell you, the hand of God is on this time. En ég bara get sagt ykkur að hönd Guðs yfir þessari tíma. So can you be ready for a unique assignment? Getið þið verið tilbúin að taka á móti sérstöku verkefni eða verkskipun? Because the word I heard while we were worshiping Þegar orðið sem ég heyrði þegar við vorum hér í tilbeiðslu was intersection, voru gatnamót. a crossing point, Það svona gatnamót. a gathering point. Það staður þar sem fólk hittist. And that I believe that God can take this 1600 hours, this time, Ég trúi að Guð geti tekið þessa tímastytningu klukkan 4 í eftirmiddaginn. and that he can make this an intersection point. Og hann gerir þetta að svona gatnamótum. For many believers from many places. Þetta verður svona hittingarstaður And- fyrir margt fólk víða hvaðan af. And it may well be that someone has already gone to church, to their church in the morning, Og kannski hefur ykkur þegar farið á samkomu morgunin. but they come here to gather. En þau koma hér til þess að eiga samfélag. And I say it's a unique assignment. Og ég segi ykkur, þetta er sérstök verkskipun. Because you may have many people coming to church, Þið kannski hafið margt fólk sem fer á samkomu and they will call this their second church. og þeir kalla þetta sitt annað heimili. Can you be okay with that? Er það okay fyrir ykkur?
And God is going to restore what the enemy has tried to steal. Og Guð mun endurreisa það sem óvinur hefur reynt að ræna. And the walls that have been built up, Og veggirnir munu rísa upp. they are falling down. Þeir hafa fallið niður. And I prophesy that even more walls will fall down. Og ég spái því að það eru fleiri veggir sem munu riðlast And that niður. God will use this place. Og Guð mun nota þennan stað. He will use this 4 o'clock time. Hann mun nota þessa tímasetningu klukkan 4. And they will come. Og þeir munu koma. They'll come to worship Johanna. Þeir munu koma og lofa Guð. They'll come to worship Elisa. Þeir munu koma Gugga-Lísa. They'll come to worship God. Þeir munu koma til að lofa They'll Dróttin. come to fellowship. Þeir munu koma til að eiga They'll come samfund. to connect. Þeir munu koma til að fá They'll come to tengingu. gather. Til þess að eiga samfund. Intersection. Það er þessi gatnamót. Do you receive that? Getið þið meðtekið þetta? Amen. Are you ready to welcome some people? Eru þið tilbúin að bjóða fólk velkomið? Here's what you don't do when God does a move like this. Hér er nokkuð sem þið gerið alls ekki þegar Guð gerir svona hluti. You don't need to point them out and say, hey, you stop going to that other church. Only come here. Þá segir ekki, hætt að fara í þessa kirkju og komdu bara hingað. Let God do that kind of thing. Leiðu Guði að gera þessa hluti. Let God tell people where they fit. Leiðu Guði að segja hvar þau eiga heima á líkamann. And if they have a pastor and a church in the morning, Ef þau eiga pastor og kirkju að mótni til and they come and intersect at 4 p.m., og síðan komið á þessi gatnamót klukkan 4, then be thankful and welcoming. þá erum við bara þakklátt og við bjóðum við velkomin. Be gracious and be a connecting point. Sýnið þið náð og verið þessi tengingar, sýnið þið tengingamátt. And God's going to move. Og Guð mun hræra staðið. We know from what my wife talked about being in charge of the kitchen in our church. Og þið munið ég var að segja ykkur að kona minn, hún sér eldhúsið í kirkjun okkar. We've done so many times where the event that we were doing was so much bigger than ourselves. Það hefur svo oft gerst að viðburðurinn sem við vorum að halda, hann varð svo miklu starri heldur en við höfum áætlað. And so I tell you the honest to God truth. Og ég segi ykkur í sannleika. We would do something that our church did not have the people or the resources to do what we're doing. Við höfum verið í aðstæðum þar sem við höfum hvorki uppsprettuna eða magni til þess að gera, neða fólk fjöldan til þess að gera það sem við þurftum að gera. So how does God do something? Hvernig gerir Guð svona hluti? That's bigger than the boundaries of one local church. Sem starri heldur en landamæri einnar kirkju til þess að gera. That's where his kingdom is bigger. Og þar kemur Guðsríkið inn í myndina. His kingdom is greater. Guðsríkið stærra. And the kingdom is the way God will reach Iceland. Og það ekki fyrir Guðsríkið sem að Guð mun ná til Íslands. Not just one church. Ekki bara ein kirkja. One church can do many powerful things. Ein kirkja getur jú gert marga kröftu og hluti. But 5 churches, 10 churches working together. En 5 kirkjur, 10 kirkjur vinna höndum saman. That's a kingdom. Það Guðsríkið. And we serve a great king. Og við þjónum miklum konungi. Amen? Amen. God calls us to have connections. Guð kallar okkur til að eiga þessar tengingar. He calls us to have relationships with other pastors, other leaders. Að við eigum samfélag og samband við aðra pastor og leiðtoga. And it's those connections that take us through deep Og valleys. það eru þessar tengingar sem fara með okkur í gegnum djúpu dalina. And having strong relationships does not just help us in the hard times. Og að eiga góð sambönd og samfélag við aðra, það ekki bara fyrir erfiðu tímana. It helps us in the good times as well. Það hjálpa okkur á gleði og góðu stundunum líka. You know, if you fall and you have some friends that are your friends in ministry and life, pick you up. Ef þið skriðna fótur, þá eru vinir sem að pikka þig upp og hjálpa þér og fætur aftur. That's excellent. Það frábært. But sometimes we need the opposite. En stundum þá þurfum við öndvert líka. Maybe sometimes we get so proud. Stundum verðum við svo hrokafull. Our head is like a big balloon. Og hausin eins og stór blaðra. And we need someone to come along and go. Og við þurfum að einhver komi við hliðina á okkur og svona sprengi blöðruna. I have told the people in my local church, Ég hef sagt fólkinu í minni staðbundnu kirkju, the leaders and the people, bæði leiðtónum og fólkinu. I say, if you ever see my head get too big, Ef þið sjáuð einhvern tíðan hausin á mér blá svo mikið út, I give you permission. þá gefið ykkur leyfi. Please come burst the balloon. Komið endilega og sprengi blöðruna. Please come and rebuke me. Komið og áminni mig. Because I don't want my head to be like that. Því ég vill ekki vera með svona blöðruhaus. And I've preached in many nations. Ég predikaði mörgum þjóðum, I've preached in many big crowds. í stórum fjölda.
20,000 people in Ethiopia last year. 20.000 manns var ég að predika fyrir í Eþíópíu á einu vettvangi. Oh, it's happening. Þetta að gerast. Þetta að gerast. Pop it. No, relationships help us in the good times and the bad times. En að sambönd þau hjálpa okkur á slæmu og góðu tímanum. Picks you up when you're in the valley. When you fall down in the valley. Pikkaðu upp þegar skriðna fótur í dalnum. But also in those mountaintop times where maybe your head is all swelled out. Það líka á fjalltindunum þegar hausinn að verða blöðruhaus. Ecclesiastes 4 and verse 12. Í Predikarunum 4:12. I'll just read it. It says, a person standing alone can be attacked and defeated. Manneski sem stendur ein, hún getur verið, það getur verið ráðust á hana og hún getur verið lögð af velli. But two can stand back to back and conquer. En tveir geta staðið bak í bak og sigra. And three are even better. Og þrír eru jafnvel betri. For a triple braided cord is not easily broken. Þrefaldan þráð eigi auðvelt að slíta. We're always stronger together than when we walk alone. Sterkari þegar við stöndum saman. And this applies not just to individuals but to ministries as well. Þetta ekki bara fyrir þá sem að þjóna, þetta líka bara fyrir einstaklinga. So if you are someone who takes notes, ef að þú sá sem tekur glósur, I would call what I'm sharing tonight Connected for Life. Þá myndi ég setja yfirskriftina, titillin væri Tengdur fyrir lífstíð. And I think, does it work in Icelandic that it has a double meaning? Getur nærða merkingunni að þetta hefur svona tvöfalda merkingu? We're connected for life in that I feel like I'm connected to you for the rest of my days. Það þýðir líka það að ég tengdur við ykkur bara fyrir restina af mínu lífsdögum. But we're also connected for life in that our connections bring life to the world. Það hefur líka þá merkingu að tenging okkar, hún færir líf til heimsins. Man, if you live an isolated Christian life, Ef þú lifir einangruðu kristnu lífi, you are missing out. þá ertu svolítið að missa á lestinni. Competition, that should have no place. Samkeppni á ekki að eiga sér staði. Comparison, Eða að bera sig við. I don't sing as good as she does. Ég syngi ekki eins vel og hún gerir. I can't preach as loud as Pastor Sima does. Ég get ekki predika svona hátt og kröftulega eins og Sibba gerir. No, those kinds of things, that shouldn't be what we're looking at. Svona hjóm á ekki að vera eitthvað sem við erum að eltast við. Forgive me, this won't translate into Icelandic, but in English. En þetta kannski túlkast ekki yfir á íslensku en á ensku. Instead of competing with one another, we should be completing one another. Í staðin fyrir það að keppast við hvort annað, þá hefum við að kappkosta hvort annað. We shouldn't be comparing with one Við another. hefum ekki að vera að bera okkur saman, gera samanburð. You know, instead of isolation, Í staðin fyrir einangrun. it should be infiltration. Og það ætti að vera uppbygging. That we're moving into the enemy and taking back what the enemy has stolen. Og við hefum að vera hrifsa tilbaka það sem óvinnurinn hefur stólið. And so Peter and John, they impacted the life of a man at the temple gates together. Þannig að Pétur og Jóhannes, þeir hefðu áhrif á líf mannsins við fögrudyr saman. They went up to the temple gates to pray together. Þeir fóru upp að fögrudyrum og fóru saman. They prayed for that man together. Þeir báðu fyrir manninum saman. And they saw the great miracle of healing together. Og þeir sáu kraftaverk saman. 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 Did I get it? Yep, you got It's it. good. All I knew before this morning was go and die in. I probably said that wrong too. Það eina sem ég hef lært í íslensku góðan daginn. Yeah, good morning. And so, right? It's an old Norwegian language. Yes, I know. But don't go up to my wife and speak Norwegian to her. En ekki fara upp á konu minni og reyna að tala norsku við hana. Just because I say she has Norwegian background, Bara því að ég segi ykkur að forfeðurinn eru norskir, she doesn't know the language. þá talar hún ekki stakt og And neither do I. ekki ég heldur. You know, how many of you like to read the Apostle Paul? Það eru mörgingar sem hafa gaman að lesa Postulan Pál. When Paul wrote his letters to Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Þegar Páll var að skrifa bréfin til Efesus, Kólusu og Filippímanna, how many of you notice that he writes sometimes really long sentences? og þegar takið eftir hann skrifa svona mjög langar setningar.
He'll have such a long thought. Sometimes it's 3 verses long, one thought. Stundum ein hugsun alveg 3 vers. And so he'll have this very long, deep thought. Og hann hefur þessa djúpu, löngu hugsun. So sometimes in order to get something out of certain things, you have to cut it in pieces. Og til þess að ná ykkur út úr þessu hjá hann, þá þarf þetta svona að búta þetta niður. And there's a simple little 3 words in English phrase in Ephesians 4 verse 16. Og í Efesus 4:16 þá lítið orð sem túlkað á ensku. And so the phrase is just simply this: every joint supplies. Og það segir að sérhver taug inni sína þjónustu af hendi á íslensku. Every joint supplies. Það segir sérhver taug inni sína þjónustu af hendi. Now in English you have to be careful with this. Á ensku þá þarf þetta að höndla þetta svolítið nákvæmlega. Because if your church is in a crime zone like mine is, Þannig að ef kirkjaðin á svona glæpasvæði eins og mín and you kirkjaðin, start to say anything about a joint, ef þú segir eitthvað joint, someone will be wanting to smoke it. ef þú segir eitthvað svona jónu, þá vill einhver byrja að reykja bara. Because in Canada, marijuana is legal. Af því að það löglegt í Kanada. Is it here as well? No, it's very legal. Thank you, Jesus. We're not backslidden. Would you please send missionaries to Canada? Getið þið sendt trúboð til Kanada? Because when I say every joint supplies there, I have to explain it. Þegar ég segi þetta á ensku, þá hægt að miskilja þetta eins og ég sé að tala jónur, sko. So the spiritual meaning En andlega meiningin is that every connection supplies something. eða sérhver taug, hún innir þjónust af hendi. There's a give and a receive. Það að gefa og þiggja. I give something, she gives back. Ég gef eitthvað, hún gefur tilbaka. There's a give and a receive. Ég gef og ég þigg. There's life in the connection point. Það líf á liðamótunum þar sem tengingin There's life in that joint. Það líf í liðamótunum eða gatnamótunum. And I'm not talking about illegal substance. Ég ekki að tala fíkniefni. Every joint supplies. Það sérhver taug sem innir þjónust af hendi. We're called to connect. Við erum kölluð til að tengja. We're called to life connections. Við erum kölluð til lífstenginga. You know, in my city, I was the president of the Pastors Association. Í borginni minni var ég formaður prestafélagsins. You're laughing. I really was. No, it's in Icelandic. Does it happen? It's such a. Oh, really? It's like. Oh, wow. When you translate it, it sounds like you're the head of the priest. I was the Pope. Yes. Yes. It has that kind of inkling on it. You know, it's funny because I'm not even a pastor. I'm an evangelist. Ég ekki eins og pastor, ég trúboði. And I was the vice president of the organization. Og ég var aðstoðarforseti fyrst við þessi samtök. And the president quit. Og forsetinn hann hætti. So I became the president. Þannig að ég var I told those pastors, I'm not going to do this like a pastor. Ég ætla ekki að gera þetta eins og pastor, sagði ég hinum pastor. Every month they would meet at one guy's church. Hverju mánuð þá hittust þeir í kirkjunni hjá einum. There was 200 pastors on the list. Og það voru 200 pastorar á listan. And 30 were showing up. Og 30 þeir mættu. I said, the first thing we're going to do, Fyrsta sem við gerum, we'll stop meeting at your church, that one church. Við hættum að hittast í þessari einu kirkju. We're going to meet at everybody's church. Við ætlum að hittast í kirkjum allra ykkar. And right away they started to argue with me. Og leið þá byrjuðu þeir að rífast mig. I said, we're going to go to that big church. Við ætlum að fara í þessa stóru kirkju. They said, no, but the pastor never comes of that big church. Hann kemur aldrei með okkur hérna á fund. I said, he'll come when we show up on his doorstep. Hann kemur þegar við mætum við dyrnar hjá honum. I would phone him and I'd say, hey, we're having a meeting at your church. Would you like to pray to open the meeting? Ég hringdi bara í hann og sagði, heyrðu, við erum bænastund í kirkjunni þinni. Getur þú opnað og leitt bænina? And so the organization grew a lot. Þannig að hópurinn hann stækkaði fljótlega. But here's what I used to hear. En hér það sem ég var vanur að heyra. I used to hear arguments from people, from leaders. Ég var vanur að heyra rifrildi milli leiðtoga. They would say,
I went to that church to that meeting last month, and I never got anything out of it. Ég fór á hana fund síðasta mánuð og ég fekk ekki. You know, I'm so busy, and I can't go to a meeting where I don't get anything out of Ég it. svo upptekinn og ég get ekki verið að standa að fara á einhverja fundi sem ég fæ ekkert út úr. Since when did what do I get out of it become the measuring stick for something? Og síðan hvenar var það mælistikkan hvað þú færð út úr því? Because what if things were measured by what you could give into something as opposed to what you could get from something? Þegar mælistikkan ætti að vera hvað þú getur gefið af þér í staðan fyrir hvað þú getur. And God calls us into times and seasons. Og Guð kallar okkur í ákveðnar árstíðir. He calls us into connections in life and ministry. Hann kallar okkur til ákveðna tenginga í lífi og þjónustu. Where there will be times where you will receive. Það eru tímar þar sem þú ert bara í því að taka á móti. And there'll be other times where you'll be on the giving end. Og það eru aðri tíma sem eina sem þú gerir að gefa af þér. Every joint supplies. Að sér hver taug inni sína þjónustu af hendi. And people are brought into our lives to help build us into who God called us to be. Og Guð kallar fólkin í líf okkar til þess að byggja okkur upp í þá mannesku sem við eigum að vera. That many times you won't get where you're called to go until God puts a person in your life to help get you there. Og stundu kemst ekki á þann áfangastað sem þú kallaður eða kölluð til þess að vera nema ákveðna manneskur komi inn í lífið. Or you may be brought into someone's life to help them get where they're called to Eða go. þú sett kallaður eða kölluð inn í líf einhvers til þess að þeir geta komast á þann áfangastað sem þeir eru kallaður til þess að vera. So I want to focus on some relationships this time that I'm with you. Þannig að ég vil að þið einblínið svolítið mikið á sambönd og tengingar þennan tíma sem ég er með ykkur. And if you follow the life of the Apostle Paul, Ef þú fylgir lífi Páls postula, you'll find that he had some very key relationships. þá tekur eftir því hann átti svona mikilvægar lykil tengingar. And without these relationships, he does not become who God called him to be. Og án þessara tenginga þá verður hann ekki sá maður sem Guð kallaði hann til að vera. And I can tell you of at least 5 key relationships that you find in the book of Acts. Og ég get sagt ykkur allavega 5 lykil tengingar sem þú finnur bara í postulasögunum. And tonight I will just talk about one. Og í kvöld þá ætla ég bara að tala eina tengingu. One key important person for Paul. Eina lykil mannesku fyrir Pál. I could talk about the other 4. Ég get talað hina 4 líka. Maybe on Wednesday when I come back, I'll talk about another one. Kannski á miðvikudagskvöldi þegar við hittust hér og þá kannski tala ég einhver aðra. Lord willing. Ef Guð lofar. But let's start with this first very important relationship. En við skulum byrja á fyrstu tengingun á þessu sambandi. I'm just talking from my heart, but I want to talk from the Word of God. En ég er bara að tala frá hjarta mínu en ég vil tala út frá orði Guðs. So Saul was on his way to persecute and arrest Christians in Damascus. Páll var á leiðinni til Damaskus að handtaka kristna. He has just been a part of a murder. Hann hafði verið þáttakandi í að aflífa Stefán. One of the church's first martyrs. Fyrsti píslavottur kirkjusögunar. But on his way to Damascus, he has an encounter with the King of Kings. En á leiðinni til Damaskus þá á hann samfund við konungana. Let's pick it up from Acts 9, verse 3. Við skulum fara í postulasöguna 9 og verse 3 to 6. Vers 3 til 6. Does everyone speak Icelandic here? Tala allir íslensku hér? Okay. Well, okay. You read. Okay. Verse 3 to 6. Postulasöguna 9, vers 3. En þegar hann var á ferð sinni kominn í nánd við Damaskus, lyftræði skyndilega hann ljós af himni. Hann féll til jarðar og heyrði rödd segja við sig: Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? En hann sagði: Hver ert þú, Herra? Þá var svarað: Ég er Jesús sem þú ofsækir. En stattu upp, gakk inn í borgina og þér munu verða sagt hvað þú átt að gjöra. Verse 6. Hallelujah. You know, Saul never became the Apostle Paul overnight. Sál varð aldrei Páll postuli bara yfir nótt. God had a call on his life. Guð hafði köllun yfir líf hans. And he has a call on your life. Hann hefur köllun yfir þínu lífi. But just having that calling is not enough. En bara að bera köllun, það bara ekki nóg. Because God sends people into your life to help
you get to where he's called you to go. Að þegar Guð sendir fólkin í lífið til þess að þú komist á áfangastað hvert þú þarft að fara. Yet sometimes I hear people say something like this. Og stundum heyri ég fólk tala á þennan máta stundum. I have Jesus and that's all I need. Ég með Jesú og það bara nóg fyrir mig. Sounds so spiritual. Þetta hljóma svo andlega. Have you ever met someone like that? Hafið þið hitt svona fólk? Or only in other countries? Eða þetta bara í öðrum þjóðum? Iceland is more spiritual, of course. Já, Ísland miklu andlegra sjálfsögðu. But someone who says that, En einhver sem segir þetta, they don't understand a kingdom. Þau hafa enga skilning á Guðsríkinu. Is that God calls us to a body. Að Guð kallar okkur á líkama. And a body includes people. Og líkami þýðir fólk. And those that isolate Og themselves, þeir sem einangra sjálfa sig. they're like me amputating my baby finger. Það eru bara eins og ætla að taka litla putt af. And think my baby finger is going to work fine by itself. No, it doesn't. Halda bara litli putti getur bara séð allt sjálfur. So those that isolate themselves, Og þeir sem einangra sjálfa sig. and I'm not just talking about, ministries or leaders here, Ég ekki bara að tala þjónustur eða leiðtoga. but I'm talking about you as a Christian. Ég að tala þig sem kristin einstakling. You're called to be connected. Þú ert kallaður eða kölluð til að vera tengd. And if this is your church, you're called to be connected to this church. Og ef þú tilheyrir þessari kirkju þá ertu kallaður eða kölluð til að vera tengd kirkjunni. There's life in those connections. Það líf í þessum tengingum. Every joint supplies. Að sérhver taug sem innir sína þjónust af And henni. God calls people into your life Og fólk og Guð kallar fólk inn í lífi. to deposit life into you. Til þess að gefa líf inn í þig. And he calls you to possibly deposit life into someone Og else. fá þig til þess að færa líf til annara. The people that isolate themselves, often they will shipwreck their faith. Og margir þeir sem einangra sjálfa sig, þeir líða skipbrot í trú sinni. Saul could have used that argument. Sál hefði getað nota þessi rök. He could have said, I had an encounter with Jesus. Hann hefði getað sagt, ég átti bara samfund við Jesús sjálfan. I have Jesus alone who called me. Já, bara Jesús sjálfur sem kallaði mig. But Jesus himself sent him to a person. En Jesús sjálfur sendi hann til annarar mannesku. And Jesus gave him an instruction to go connect with a man named Ananias. Guð gaf hann skipun að tengjast öðrum manni sem hét Ananías. Jesus put that man there. Og Jesús hann setti þennan mann nákvæmlega þar. And Ananias needed to get his heart prepared for what God wanted him to do. Og Ananías þurfti svoleiðis að undirbúa hjartað til að gera það sem Guð sagði hann að gera. And you don't hear his name very much in the Bible. Þú heyrir hans ekkert mikið getið í Biblíunni. But without Ananias, you don't have Paul. En án Ananíasar þá færðu engan Pál. God will put people in your life. Guð mun setja fólk inn í líf þitt. And he put Ananias in the life of Saul Hann setti Ananías inn í líf Sál. so that he could become the Apostle Paul. Svo hann gæti orðið Páll postuli. And God puts people in your life, Og Guð setur fólk inn í þitt líf. and you can resist. Þú getur streyst á móti. You can be afraid. Þú getur verið skítræddur. You can walk away Þú getur labbað í burtu from the people that God puts in your life. frá fólkinu sem Guð að setja inn í líf þitt. But in the end, you will not be stronger until you connect with the ones that God puts in your life. En þú verður aldrei nógu sterkur eða sterk þannig að þú tengist í fólki sem Guð að setja inn í líf þitt. Acts 9, verse 10. There was a believer in Damascus named Ananias. And the Lord spoke to him in a vision calling, Ananias. Yes, Lord, he replied. Vers 10. Í Damaskus var lærisveinn okkur sem hét Ananías. Við hann sagði drottin í sín. Ananías, hann svaraði. Hér ég, drottin. Ananias had a walk with God. Ananías, hann gekk með Guði. Because when God spoke to him and just spoke one word, just his name, Þegar Guð talaði til hans, bara nafnið hans, Ananias was not freaked out. þá fríkaði Ananías ekkert út. He didn't stop and just go, Hann fór ekki alveg og, God, is that you? Guð, ertu þú? Was that the devil? Var þetta djöfullinn? Was that the pizza I ate last night? Það pítsan sem ég borðaði í gærkvöldi? Who was talking to me? Hver að tala við mig? All he said was, Ananias. Guð sagði bara Ananías. And Ananias responds, yes, Lord. Og hann svaraði, já, drottin.
He knew the voice of God. Hann þekkti rödd drottins. And you can know the voice of God. Og þú getur þekkt rödd Don't ever drottins. believe the lie of the devil Ekki trúa líi óvinnarins. that tells you, oh, you can't understand or know the voice of God. Þegar hann segir, þú getur ekki skilið eða þekkt rödd It's not Guðs. true. Það er bara ósatt. Jesus said, my sheep hear my voice, and the voice of another they won't follow. Jesús sagði, mínir sauðir þekkja mína raust og rödd annars fylgja þér ekki. You know, we live in this age now where we have everything on our phone. Við lifum á tími þar sem við höfum allt í símanum okkar. But I'm old, En ég er gamaldags. and we used to have an answering machine in our house. Við vorum vön að vera með símsvara heima hjá okkur. And so for the younger people, Og fyrir yngra fólki, do you guys know what an answering machine vitið þið is? hvað símsvara Okay, er? good. Ok. That's good. And so my mother, Þannig að mamma mín, she used to phone our house on her answering machine. hún var vön að ringja og tala í símsvaran. She's 93. Hún er 93 ára. How many of you know sometimes when someone's 90, them and technology don't always go together easy? Sorry, Ég áttu ykkur sorry, á því mama. að sumir orðni nýræðir og þá er nýræði, að vera nýræðir og tækni tengjast ekki alltaf saman. So every time she would phone, Og í hvert skipti sem hún ringdi, she'd leave a message. þá skildi hún eftir skilabóð. I think she hated leaving messages, don't you Ég think? held hún hefði alveg, fannst það óþólandi að þurfa að skilja eftir skilabóð. You'd hear that thing click and then click. Og þú heyrir þetta svona klikk, bíp. Hi, Brad, this is Mom. Hæ, bræð, þetta er mamma. And every time, Í hvert einasta skipti. hi, Brad, this is your mom. Hæ, bræð, þetta er mamma. How many of you know she did not need to say that? Hvað eru mörg ykkar sem vita, hún þurfti ekki að segja þetta. She is the only mom I've ever had. Hún er eina mamma sem ég hef nokkuð tíman átt. And so she's been my only mom my whole life. Hún hefur verið eina mamma mín mitt allt I líf. know my mom's voice. Ég þekki röddin hennar. But every time, hello, Brad, this is your mom. En í hvert skipti, halló bræð, þetta er mamma. He does a pretty good Brad's mom imitation. And so Ananias knew God's voice. Þannig að Ananías hann þekkti raust drottins. He didn't get all worried and wonder, you know, God, is that you? Hann var ekki bara eitthvað vandræðilegur og sagði, Guð, ert þetta þú? And if you spend time with God, you will know his voice. Ef þú eyðir tíma með Guð, þá þekkjur þú röddina. Do you want to know a simple key to knowing the voice of God? Vitið vilja vita auðveldan líkil til að þekkja rödd Guðs? You want to know, what does his voice sound like? Hvernig hljóma röddin hans? Watch old Jesus movies. Horfið á gamlar Jesú myndir. Hello, this is God. Halló, þetta er Guð. No. Nei. That was not the key I wanted to give you. Þetta er ekki líkillin sem ég ætla að gefa ykkur. This is the key. Þetta er líkillin. Get into the Word of God. Að fara inn í orð Guðs. What does the voice of God sound like? Hvernig hljómar orð Guðs? Sounds like his Word. Hljómar alveg svo orðið hans. You study and spend time in the Word of God, Þú eyðir bara tíma í orðið Guðs and then when God speaks to you, og þegar hann talar til þín, it sounds like this. þá hljómar það nákvæmlega svona. Your sheep hear the voice. Hans sauðir þekkja raust hans. And so when Ananias knew the voice of God, Og þegar Ananías þekkti rödd Guðs, he responds with, yes, Lord. þá svaraði hann, já, drottin. And then God gave him some very, very detailed instructions. Og Guð gaf hann mjög nákvæma verklýsingu. Okay, so look at verse 11 and 12, Acts chapter 9 still. Við skulum vera í 9. kapla í vers 11 og 12. Drottin sagði við hann, farðu þegar í stræti það sem kallast hið beina, og í hús Júdasar skalt svo spyrja eftir manni frá Tarsus heitir Sál. Hann að biðja. Og hann hefur í sín séð mann, Ananías að nafni, koma inn og leggja hendur yfir sig til þess hann fái aftur sjón. God not only knows how to speak to you, Guð veit ekki bara hvernig hann á að tala til þín. he can and will give very detailed instructions. Hann gefur mjög nákvæmar leiðbeiningar. And the level of detail he gives to Ananias, it speaks very much to the type of connection Ananias had with God. Og hvernig leiðbeiningarna voru sem að Guð gaf Ananías gefa mynd á hvers konar samfélag Ananías átti við Guð. How many of you are good with details? Það eru mörg ykkar sem geta fyllt svona nákvæmu leiðbeiningu. Okay, I put my hand down. Já, For some things. í sumum hlutum. My wife was telling you about how she is in charge of the kitchen in our church. Kona mér var að deila hvernig hún sér eldhúsið í kirkjun okkar.
Now, normally she's not getting hit by big rocks this big. Venjulega þá ekki verið að kasta grjótnullingum í bílinn hennar. And when she went to take a picture of him, the guy fired another rock at her. Og þegar hún elti hann upp á bílnum og var að taka mynda hann, þá kastaði hann öðrum bíl stein í bílinn. So it put a big dent on the back of our car. Og það var stór beygla í skottinu. It's the 4th time this year. Þetta í 4. skipti á þessu ári. At Christmas, both of our cars were broken into. Á jólum þá var brotist inn í báða bílana okkar. Last year, someone dropped a boulder, a rock the size of someone's head in my front windshield. Og í fyrra þá var eitthvað sem kastaði grjótnullung í framrúðuna hjá mér. And then now this. Og núna þetta. And so every time it happens, Í hvert skipti sem þetta gerist. it costs us financially. Jú, það kostar okkur fjárhagslega. But you know, God is a good God. En Guð góður Guð. I was in a conference in Toronto when she was at home. Ég var á ráðstefnu í Toronto þegar hún var heima þegar þetta gerðist. She went to our administrator. She's a 75-year-old lady. Og hún fór til skrifstofu sem að sér skrifstofunni okkar, 75 ára gömul kona. And she prayed with Kimberly because she was understandably upset. Og hún bað með Kimberly og hún var hrærð. And I was upset. Og ég var hrærður líka. Because I get a phone call and I am 2,000 miles away. Og ég fær símtal og ég þarna 2000 kilometri í burtu. And she's crying and she's upset. Og ég heyr hana gráta og hún er ekki alveg með sjálfu sér. And my heart is breaking and Og hjarta mitt brestur. And if it would have been something worse, I would be booking a ticket back to my home and say, sorry, Iceland, see you next time. Og hefði þetta verið eitthvað alvarlegra, þá hefði ég bara verið að fara með flugvél heim og sagt bara, fyrirgeðið Ísland einhvern seinna. Our pastor of our church was at the same conference I was at. Og pastorinn okkar, hann var á sömu ráðstefnu ég var. And so the administrator sends him a text. Og þannig að skrifstofukonan, hún sendir honum skilaboð. Now, Kimberly wants to tell me what happened herself. Og Kimberly vill segja mér sjálf hvað gerðist. But our administrator also wants to tell our pastor. En skrifstofukonan, hún vildi segja pastornum hvað gerðist. So she sends a text and she starts with this. Og hún sendir skilaboð og byrjar svona. Kimberly has been attacked. Don't tell Brad. Kimberly varð fyrir árás, ekki segja Brad. So our young pastor, he's younger than me. Og ungi pastor, hann yngri en ég. He gets that text and he's like, oh my God, what is going on? Hann les skilaboðinu og bara, hvað í gangi? And your brain goes to the worst possible place. Og heilin hann þýtur í verstu átt. But God takes care of us. En Guð, hann sér okkur. And you know, there were 4 believers that were friends of mine that was in the session in the conference that I was in. Og það voru 4 vinir mínir sem voru þarna á ráðstefnunu með mér. We joined hands and they prayed for me, they prayed for Kimberly. Og við héldumst bara í hendur og þau báðu fyrir mér og Kimberly. And then I walked out the back of where that session was. Og síðan labbaði ég til hérna í bakhluta herbyggisins, salarins. And this is the kingdom. Og svona virkar Guðsríkið, takk eftir. Jesus is so good. Jesus svo góður. And one of those couples, Og ein af hjónunum. they walked out of the room and then they walked back and they found me. Og þau löbbuðu fram og svo komuðu inn aftur og hittu mig. They said, whatever it costs to fix your car, Hvað sem það kostar að gera við bíliðinn, send us the bill. sendu okkur reikningin. God spoke to each one of us, husband and wife, independently. Guð talaði til þeirra beggja í sikkoru lagi. They said, we don't want you going to Iceland worried about this. Ég vill ekki að þið fara til Íslands og hafi áhyggjur af þessu. So my wife parked the car in our garage, and it still has the big rock in the baby car seat. It's not funny. Lagði bara bílnum inn í bílskúr og grjótnutungurinn ennþá í barnastólnum. And we made our way to Iceland. Og við komumst alla leið til Íslands. God is good. Guð góður. And you know, one day later, Veit að degi setna, when your emotions are not so upset, þegar tilfinningarnar hafa náð að sjatna þess, Kimberly said to me, you know what? There's glass all over our car. Og þá sagði Kimberly við mig, það glerbrot allan bíl. But not one piece of that glass cut me or injured me. En ekki eitt brot gat skorið með það neitt. In the end of the day, it's a window. Í lok dagsins þá þetta bara smágluggi. It's a car. Þetta bíl. We have to go back to that crazy neighborhood Við þurfum að fara aftur í þetta brjálaða hverfi. because Jesus called us to be there. Þegar Jesus kallaði okkur til að vera þarna. They smashed my car 57 times
I hope it doesn't get to that high. Þó þeir rústi bílnum mínum 57 sinnum, ég vona að það verði ekki svo oft. But we still keep coming back. Þá höldum við áfram og höldum verkinu áfram. And sometimes they show hate. Stundum sína okkur hatur, but we show love. En við sínum kærleika. And they show hate. Ef þau sína hatur, but we show love. En við sínum kærleika. I don't know why I told you that story. Ég veit ekki af hverju ég var að segja ykkur þessu sögu. Come back to verse 9, 11 and 12, chapter 9. Förum aftur í vers 11 og 12 í 9. kapla Apostolasögunar. You know, he was told so many specific details. Þið sjáu að hann fekk svo nákvæmar leiðbeiningar. Okay, so let me invite your participation for a moment. Ég ætla að bjóða ykkur aðeins inn í smá að setja ykkur í hans spor. Because I want you to just stop and think about how detailed God can be. Bara staldrið hans við og sjáu fyrir ykkur hversu nákvæmur Guð getur verið. So tell me a famous street in Reykjavik. Segið mér ykkur að fræga götu í Reykjavík. One that I can say. Laugaveg. Okay, say it again slowly for the Legra. Legra. I'm a gringo, I know it. Skulagata? That I can say, Skulagata. It's not that important which one it is, just as long as you guys know that it's a street. Skulagata. Okay, now give me someone's name, a good Icelandic name. Give me some, give mér eitthvað gott íslenskt nafn. Gunnar, of course, there he is. Gunnar. Did I say that right? Gunnar? No, Gunnar? You got okay. What was the first one? Skulagata? You got it. Skulagata, Gunnar. Okay. Let's give me now a place where someone could be from. Give mér eitthvað stað þar sem einhver getur verið frá. Somewhere out of here. Eitthvað staðar, hann eitthvað staðar annar staðar að. Akureyri, I can say that. Akureyri, other side of the island. Akureyri. Okay, Akureyri, I can say that. Now give me another name. This time maybe a woman's name. Give mér annan nafn, kannski kvenmanns nafn. Are you, huh? Maria, you're just picking the children, aren't you? Pick on the kids. Maria. Okay, now give me something that a person could be doing. Give mér eitthvað sem að þessi manneski aðhafast. An action word. Eitthvað svona sem hefur gym. Gym? In the gym. Exercising? Yeah. Okay, how do you say it in the verb form? Í líkamsræktarstöð. Okay, when it comes to that part, he says that. Okay, so we have Skulagata. So God speaks to you here, you're coming to Smarakirkja, you're coming to church here, and he speaks to you someday, and he says, I want you to go to Skulagata. Og þú kannski hérna í Smárakirkju og ert á samkomu og svo tala Guð til þín og Guð segir þig. And when you get there, ég vil þú farir á Skúlagötu. And you will find Gunnar. Og þegar þú kemur þangað, þá myndu hitta fyrir Gunnar. Not this Gunnar from Akureyri. Ekki þennan Gunnar, heldur Gunnar frá Akureyri. And he is in the house of Maria. Og hann heima hjá Maríu. Where she has a home gym, apparently. Það sem að hún með líkamsræktarstöð heima hjá sér. Because she is exercising. Því að hún alltaf að æfa. That's a lot of details. Þetta mjög nákvæmar leiðbeiningar. But stop and look at the Word of God. En hingrið og staldrið og horfið á orð Guðs. I want you to go to Straight Street. Ég vil þú farið á beinastræti. To the house of Judas. Á heim til Júdasar. And when you get there, there's a man from Tarsus. Og þegar þú kemur þangað, þá maður frá Tarsus. His name is Saul. Hann heitir Sál. He's praying. Hann að biðja. And I stopped there. There's more details to come. Og ég stoppa bara þarna, en það fleiri nákvæmari leiðbeiningar. He's told all these details, and it's told that Saul is praying. Og honum sagt að Sál sé að biðja. And then he's told that Saul has been shown a vision. Og honum sagt að Sál hann hefur þegar séð í sýn. And then he's told, you're in the vision. Og Ananias sagt, og þú ert í sýninni sem Páll að sjá. That's crazy. Þetta svolítið klikka. Do you think God could put you in someone else's heart? Heldur að Guð geti sett þig á hjarta einhvers annars? He's told that in the vision that you are going to put your hands on him and he will regain his sight. Og honum sagt að í sýninni sem Páll að sjá, þá mun Ananias leggja hendur yfir Pál og hann mun fá sjónina aftur. Man, we serve a miraculous God. Við þjónum alveg
mögnuðum Guði. We serve a God who knows how to put things together. Við þjónum Guði sem kann að tengja og setja hlutina saman. And he can put you inside someone else's dreams. Og hann getur sett þig inn í draum annars manns. He can do all sorts of supernatural Hann things getur gert alls konar yfirnáttúrulega hluti. so that people will come to the reality of his power. Þannig að fólk átti sig á krafti hans. This is what he did for Saul. Þetta það sem hann gerði fyrir Sál. And he's the same God yesterday, today, and Og forever. hann sá sami Guð í dag og í gær og aldir alda. He knows exactly what it takes to reach someone. Hann veit nákvæmlega hvað til þarf til þess að ná til einhvers. And so he will use all sorts of miraculous ways to get his message of life into someone's heart. Hann notar alls konar kraftaverka leiðir til þess að koma lífi til einstaklings. I've had God put me in people's hearts, and I've had the devil put me in people's hearts. Og Guð hefur sett mig inn í hjörtu annars fólk og djöfullin hefur líka reynt að setja mig inn í líf annars fólks. Let me explain. Leðu mér að útskýra. God first. Fyrst Guð. I was praying with an outreach team one time a number of years ago. Ég var að biðja með trúboðsteymi fyrir mörgum árum síðan. We had a 2-floor building, upper room we had. Það var svona tveggjaða hús og þetta var svona loftstofa sem við hittust í. And we were praying before an outreach where we went to the streets to preach the gospel. Og við vorum að biðja fyrir trúboð þar sem við vorum að fara út á göturnar. I literally took one step out of our building after that prayer time. Ég tók eitt skref út úr byggingunni eftir þessa bænastund. And a big man meets me on the street. Og stór og stæðilegu maður, hann hitti mig hérna á götunni. I'm a big man, but he was a bigger man. Ég stór og stæðilegur, hann var stærri en ég. And the first thing he did was he came to me and he gave me a big hug. Og það fyrsta sem hann gerir, hann bara gefur mig svaka knús. And in the crime zone where our church is, Og hérna á glæpasvæðinu þar sem að kirkjan okkar er. my honest to God thought was, is he going to stab me in the back? Og ég hugsaði í raun og veru, ætlar hann að stinga mig í bakið. I thought, I hope he doesn't have a knife as he hugs me. Vonandi hann ekki með hníf á sér þegar hann að taka utan af mig. But he hugged me. En hann bara knúsaði mig. And he was crying. Hann var grátandi. Big man, and he's crying. Stór og stæðilegu maður, grátandi. And what he starts saying to me is he's saying, I saw you in my dream. I saw you in my dream. Og hann byrjaði bara að segja, ég sá þig í draumi mínum. I said, what was I doing in your dream? Og hvað var ég að gera í draumnum? He said, you were telling me all about Jesus. Þú varst að segja mér allt Jesú. And then I thought, okay, that part's easy. Ég sagði, þetta auðvelt. So I proceeded to tell him about Og Jesus. ég hélt áfram að segja honum frá Jesú. And that night he received Christ in his heart. Og þetta kvöld þá eignaðist Jesú í hjarta. He recognized me from a prison where I've been preaching for more than 30 years. Hann kannaðist við mig, það sem ég hafði verið að predika í fangelsi fyrir meira en 30 árum síðan. And God put me inside his dream. Og Guð setti mig inn í drauminn hans. Because he wanted to reach this guy. Af því hann vildi ná til þessa manns. Now this other time, it's very strange. Og annað hitt skiptið, það mjög furðulegt. Our church is across the street from what we might call like a soup kitchen, a feeding center for. Kirkjan okkar hinum með götu svona súpueldús. And sometimes they get takeout food from this place. Og stundum hægt að fá mat til að taka með sér heim. And so there's a man there that's sitting in our parking lot one time, and he's eating spaghetti that he got from the food place. Og eitt skipti þá situr maður hérna á bílaplannu fyrir utan hjá okkur og að borða spagetti sem hann hafði fengið þarna hinum megin. Or should I say, instead of saying he was eating spaghetti, he was throwing spaghetti all over the parking lot. Eða hann var raun og ekki að borða spagetti, hann var að henda spagetti út all bílastæði. Yeah, he was demon possessed. Hann var andsetinn. And so there's spaghetti all over the parking lot. Það spagetti út all bílastæði. And he's just sitting there and he's very disturbed. Og hann situr þarna, hann mjög órór. So I went and I approached him and he said, they're under my skin and I can't get them out. Og þegar ég nálgaðist hann sagði bara, þeir undir húðinu minni, ég bara næði mig ekki út. He said, I have snakes crawling under my skin and I can't get rid of them. Það snákar undir húðinu minni og ég get ekki losna við það. And so when I approached him, he stopped and he just looked at me. Og þegar ég nálgaðist hann, þá allt í einu reis hann upp og horfði á mig. He said, when you prayed at Cisco's house, we had to leave. Þegar þú baðst heima hjá Cisco, þá þurftum við að fara. And those demons that were on the inside of them remembered something. Og djöflarnir sem voru
innra með honum, þeir mundu eftir ykkur. And we had a man in our church, his name was Cisco. Og það var maður í kirkjun okkar sem heitir Cisco. And Cisco and his wife asked me, would you come to our house because we think something demonic is in our basement. Og hann og kona báðu mig að koma heim til sín og því að þau upplifðu þess að væri eitthvað illt til staðar eins og húsið væri reynt eitthvað í kjallaranum. So he said, would you come and pray a blessing over the house? Viltu koma og biðja blessunar yfir húsinu? So we came and we prayed. Þannig að við komum og We við took báðum, authority in the name of Jesus. tókum vald í Jesú nafni And that house was at peace. og það var friður í því húsi. And those demons left, Og þeir djöflarnir hurfu, but they're looking for some empty soul. en þeir voru að leita að tómri sál They found Spaghetti Man. og þeir fyndu spagettí-manninn. I should probably, I don't know his name. So Ég veit ekki hvað hann heitir. it wasn't Spaghetti Man. But, you know, the Bible talks about demons said, Jesus I know and Paul I know, who are you? Biblían, hún greinir frá því að það sem að andi segir, Jesús þekki ég, Pál veit ég hver þú? And those demons remembered who I was. Og djöflarnir, þessi dímonar vissu hver ég var. Or they at very least remembered my Jesus. Eða allavega myndu þeir hver Jesús var. And I remember we prayed together. Og ég man við báðum saman. And we sat on the sidewalk Við sátum hann á in gangstéttabrúninni, the middle of all the spaghetti. mitt í spagetti í pollunum. And he was free. Og hann varð frjáls. Jesus is great. Jesús máttugur. He can put you inside someone's dreams. Hann getur sett þig inn í draum einhvers annars. Even the enemy has to get put in his place. Jafnvel óvinnurinn getur tekið stað. Because supernatural ways in which God wants to reach people. Það yfirnáttúrulega aðferðir sem Guð notar til að ná til fólks. Let's finish the story here. En við skulum ljúka sögunni hér. You tell me if I'm going too long. I'm Segðu mér almost ef done. ég að tala á lengi. Are you receiving? Það að taka við? Acts 9, verse 13 and 14. Vers 13 og 14 í Póstulssögunni 9. kapla. Ananías svaraði, Drottinn, heyrti við marga segja frá manni þessum, hve mikið illt hann hefur gjört þínum heilugu í Jerúsalem. Og hér fer hann með vald frá æðstu prestunum að færa í bönd alla þá sem ákalla nafn þitt. God must have known the heart of Ananias really well. Guð hlýtur að hafa þekkt hjarta Ananíasar mjög vel. Because he asked him to do a really hard thing. Hann bað að gera mjög svo erfiðan hlut. He knew he could be that man of courage and do what God wanted him to do. Hann vissi að hann gat verið þessi hugrekkismaður og gert það sem Guð bað hann að gera. Because here, Ananias was a bit reluctant to go to Saul because of Saul's track record. Hann var smá hiki honum að fara af því hann vissi ferilskrána hjá Sál. He had a very dangerous reputation. Hann hafði hættulegt mannorð að bera. Completely understandable for someone to be hesitant to go talk to him. Og mjög skiljanlegt að hann var smá hikandi til að fara að gera það sem hann sagt að gera. Do you remember you guys took me to a very nice restaurant and it was filled with bikers? Munið við fórum á hennan flotta restaurant þegar við var hérna síðast, það var fullt af svona mótuhjólaliði. You kind of had to hold me back a little bit. Þið þurftu aðeins að halda aftur af mér. I so wanted to talk to all of those bikers. Mér langaði svo að tala við alla þessa mótuhjólagaura. I knew it could have also been my death sentence or yours. Ég vissi líka að þetta gæti verið dauðadómur minn og kannski ykkar líka. So I restrained myself. Þannig að ég hélt aftur af mér. But if I would have had a clear direction from God, En ef ég fengið beint orð frá Guði, I would have been preaching to the whole works. þá myndi ég vera predika fyrir öllum matsölustaf. I have been known to stand up on a chair in a restaurant. Ég hef staðið upp og stól áður í Can I have your attention, everyone? Má ég fá athygli ykkar öll sömul? I have a very important announcement to make. Ég áreiðandi tilkynning að flytja ykkur. Now you'll never invite me back to Iceland. Þau bjóðu mér aldrei aftur til Íslands. Thank you, Jesus. Takk, Jesús. But see, God had a great purpose for Saul. Guð hafði svo mikinn og ríkan tilgang fyrir Sál. But in order for Saul to become Paul, he needs En Ananias. til þess að Sál gæti orðið Páll, þá þurfti hann á Ananías að halda. Do you all have gangs here in Iceland? Eru þið með svona gengi hérna á Íslandi? Like, is it those guys I saw? No. Other guys. Okay. Worse guys or nicer? Okay. Well, how would you feel if God calls you and tells you in a prayer time, I want you to go to the leader of the worst criminal gang in Iceland?
Hvernig myndi þér líða ef að Guð talaði til þín? Farðu og talaði við versta leiðtogan í undirheimunum sem að þú veist um. How many of you would just be like, just cool about it? Like, yeah, no problem, God, let's do it. Hvað mörgur sem segir bara, ekkert mál Guð, gerum þetta bara. No, see, what did Ananias do? He starts making excuses. Hvað gerir Ananías? Hann byrjar með smá afsökun. He said, Lord, I've heard so much about this man, the terrible things he's done, and now he's coming after us. Guð, ég er búin að heyra svo mikið hann mann og nú hann að elta okkur uppi. He's coming to persecute Christians in Damascus, and Ananias is a church leader in Damascus. Og hann komin til Damaskus til að ofsækja trúaða og Ananías leiðtogi í kirkju þar. So if there's like one of those little targets with the crosshairs, Þannig að það svona eins og píluspjald með svona bullseye. Ananias' face would be right in the middle of that. Og þá væri hausinn á Ananías akkurat á miðju spjaldinu. So he starts making excuses. Þannig að hann byrjar með svona smá afsökun. Says he's authorized by the priests. Það búið að gefa honum yfirvald frá æðstu prestunum. So he didn't immediately say yes. Þannig að hann sagði ekki bara strax já. I don't blame him for being afraid to go. Ég ekkert að atast út í hann var ekki tilbúin að fara strax. Thank you, Jesus. Takk, Jesus. What do you believe about the people that God's called you to reach? Hvað trúið þú fólki sem að Guð kalla þig til að ná til? Maybe it is those bikers or those gang leaders. Kannski þetta þessi mótuhjólagengi eða ykkur í undirheimunum. And sometimes we look at people and we think, they're so far away from God. Og við horfum stundum á fólk og þeir svo langt frá Man, Guði. their hearts are so hard, or they seem so not interested in the gospel. Hjörtu þeir svo hörnuð að þau hafa engan áhuga á fagnarinum. Man, they're so glued to their phone, or they're so caught up in their own problems or their addictions. Þeir svo límt við síma sinn eða í fíknum sínum. And yet God calls them to himself. En Guð kallar þau samt til sín. And he calls us to believe that they are really called. Og hann kallar okkur til þess að trúa því að þau séu virkilega kölluð. And so here Saul has this horrible reputation Hér erum við með Sál með alveg hræðilega ferilskrá. for the ways in which he's persecuting believers and imprisoning them everywhere he goes. Hann að handtaka kristna og setja þá í fangelsi hvar sem hann fer So if you think you've been called to difficult people, think of Ananias. Ef að þú heldur að þú sett kallaður eða kölluð til að ná til erfiðs fólks, hugsaðu þá Ananías. He's called to a guy who calls himself, I am the chief of sinners, he says. Hann kallaður til að ná til mann sem að segir síðan sjálfa sig, ég höfðingi syndaranna. Christ Jesus came into this world to save sinners, of whom I am chief, he Hann says. segir, Jesus kom til að frelsa syndaranna og ég þeirra mestur. But I want you to notice how God responded to Ananias' excuses. En takk eftir því hvernig Guð bregst við afsökunum frá Ananías. God did not give in to the excuses. Hann veitti þeim enga athygli. And his response was even just one word. Og í raun og veru notaði hann bara eitt orð. He says, oh, he's terrible, he's dangerous. God, do you know who you're talking about? Hann segir, hann bara stór hættulegu glæpamaður, veistu hvernig þú ert að tala, Guð? He kills people, he puts them in prison. Hann drepur fólk, setur fólk í fangelsi. And then God says this, Og Guð segir þetta. silly me. Kjánin ég, maður. Did I tell you to go to Saul? Saði ég að fara til Sál? I meant go to Gunnar from Akureyri. Nei, ég meinti fara til Gunnars frá Akureyri. The man that's playing checkers in the park. Það maður sem að tefla þarna í almenningarðinu. You're right. Saul is too dangerous. Já, það voru alveg rétt fyrir Ananías. Sál allt og hættur. But Gunnar in the park, En Gunnar þarna sem að tefla í... the worst you're going to face is he might throw one of the checkers at you. Að versta sem geti gerst að hann tæki eitthvað að tappmannunum og myndi grýta þeim í þig. No, that's not my God. Nei, þannig minn Guð ekki. He says one word. He says, go. Hann segir eitt orð, farðu. We make our excuses and God says, go. Við komum með okkar afsakanir og Guð segir And we say, oh, it's too dangerous, but God says, go. Nei, þetta of hættuleg, Guð segir farðu. And we say, oh, it's too expensive, but God says, go. Nei, þetta of dýrt, en Guð segir farðu.
Sometimes you have to go when you get a rock thrown through your window. Stundu þarf að fara þótt að sé búið að henda grjótnullingun í bíliðin. Sometimes you have to go when you have somebody who has body odor and Stundu þarf að fara þegar ykkur sem lyktar hrikalega svitalykt. Okay, I must explain. Ég verð að útskýra þetta aðeins. My wife and I get on our flight from Toronto to here. Við, kona mín og ég, við förum borð í flugvélina frá Toronto til að fljúga hingað. And there's two of us in a seat and there's a third seat. Og við situm hérna. And a lady comes and sits there, or ready to sit there. Það eitt sætt á milli okkar og það kona sem sest þar. She puts her carry-on baggage up above. Og hún setur töskuna sína í hólfið fyrir ofan sætið. And when she lifts her arms up, og þegar hún lyftir örmunum aðeins upp, Kimberly and I almost died. Og þá bara næstu við, ég heldum við varum að deyja, ég og Kimberly. We're not joking, it was Við horrible. erum ekki að grínast, þetta var hörmuleg. It was bad. Þetta var mjög slæmt. So my wife, being the creative missionary that she is, Og kona mín, hún þessi uppfinningasami trúboður sem hún she's been to more than 30 nations with me. Og hún búin að fara til meir en 30 þjóða með mér. She finds something in her purse that has a fragrance. Og hún finnur bara eitthvað sem hefur lykt í töskunni sinni. Just anything that will cancel out the fragrance of the person who is right next to her for 6 hours. Bara eitthvað sem getur staðið í gegn að blokka út lyktina af manneskinu við liðina á henni. So she takes some hand sanitizer that has a nice smell. Og þannig að hún tekur svona handvökvi sem lyktar aðeins. She puts her mask over top. Og hún setur svona grímu á sig. Opens the hand sanitizer, puts it in the mask. Og opnar hérna handáburðin og setur hann inn í grímuna. So that's nice smell is like 1/2 centimeter from her nose. Þannig að þessi góði ilmur, hann bara svona halvan sentimeter frá nösunum hennar. We took a picture, it's funny. Við tókum mynd af þessu, þetta minnst að bráð fyndið. It's funny, but it's not funny. Þetta fyndið en samt ekki fyndið. Because if you were there, ef þú varst þarna, I was ready to confront the lady. Ég var tilbúin að ámæla konuna. I know that sounds mean. Ég veit að það hljómar kannski. But it's what you do when you go. Það hljómar kannski of ákaft en stundu þarf maður að gera svona hluti. So we could make excuses about our next mission journey. Við getum komið með afsökun fyrir næstu trúboðsferð. Lord, we had a rock thrown through our window last time. Það var grjóti hendin í bílinn okkar síðast. Go. Fariði. Lord, we had to sit beside some smelly lady last time. Við þurftum að sita við hliðina á illa lyktandi konu síðast. God says, go. Og Guð segir, fariði. Bring nose plugs next time. Hafið bara svona bómull upp í nefn okkur næst. Maybe we will. Kannski gerum við það bara. I want you to notice that God did not give in to the excuses. Ég vil bara þið vitið að Guð, hann veitir afsökunum okkar enga athygli. And his response was simply go. Eina sem Guð sagði var farðu. Do you know that God cares more about the people that you're called to reach than he does about the excuses that you make that prevent you from reaching them? Vitið að Guð ber meiri umhyggju fyrir fólkinu sem hann hefur kallað þig til að ná til heldur en umhyggju fyrir þínum afsökunum. He cares more about the people you're called to reach than the excuses that stop you. Hann meiri andum fólki sem að þú ert kallaður að kölluð sem ná til heldur en þínar afsakanir. Verse 15 and 16, I'm almost done. Vers 15 og 16, ég næstu komin að lokum. The Lord said, go. Drottinn sagði við hann, far þú, því að þennan mann hef ég valið mér að verkfæri til þess að bera nafn mitt fram fyrir heiðingja, konunga og börn Ísraels. Ég mun sýna honum hversu mikið hann verður að þola vegna nafns míns. While we're making excuses, God's making plans to reach Gentiles and kings. Meðan við erum með afsakanir okkar, þá Guð að gera áætlun að ná til konunga og heilla þjóðar. While we're making excuses, God is looking to the second and third generation. Þegar við erum að búa til okkar afsakanir, þá Guð að plana fyrir bara heilu kynslóðurnar, fyrst og aðra kynslóð. Just imagine the callings of people who are out there in the world today. Ímyndu ykkur bara köllunna sem yfir fólki sem þarna út í heiminum í dag. And they need someone like you or me to step into their calling. Og það þarf einhvern eins og mig og þig til að stíga inn í köllun þeirra. But sometimes we're busy making excuses rather than exploits. En við erum svo oft upptekin að búa til
afsakanir heldur en að fara og rannsaka málin. And we could look at any number of circumstances that keep us from discipling relationships. Og við getum hort á alls konar kringumstæður sem halda okkur frá því að búa til þessar guðlegu tengingar. We could look at the cost of in time or resources. Við getum hort á kostnaðinn og bara tími og peningar. We could look at how far away from God a person might seem at the moment. Og við getum hort á það hversu manneskjan virðist fjarlæg Guði akkúrat á því augnabliki. But just come back to the story and look at Saul and Ananias. En rannsakaðu bara aftur söguna Ananias. Saul was probably the most difficult person around. Saul var sennilega erfiðasta manneskjan að ná til á þessum tíma. And God says to Ananias, I want you to go to him. En Guð sagði við Ananias, ég vil þú fara og ná til hans. I preached this whole message to get to the next verse. Ég predika allt þetta til þess að geta lesið næsta vers. Verse 17. Vers 17. Þá fór Ananias af stað, gekk inn í húsið og lagði hendur yfir hann og mælti. Sál, bróðir, Drottinn hefur sendt mig, Jesús, sá sem birtist þér á leið þinni hingað, þú átt að fá aftur sjón þína og fyllast heilugum anda. Such a beautiful moment. Þetta svo fallegur atburður. Ananias has to shut down all of his fears. Hann þurfti bara að loka á allan ótta. He makes up his mind to obey. Hann gerir bara upp hugsunni, ég ætla að hlýða Guði. And I don't know how your Bible reads in Icelandic, but in English, his very first word is so powerful. Og ég veit ekki hvernig í íslenskunni, en í enskunni þá fyrsta orðið, þetta svo kröftut orð. The first thing he says when he comes to this criminal. Þegar hann kemur til þessa glæpamanns. The first thing he says when he comes to this murderer. Það fyrsta sem hann segir þegar hann tala við þennan morðingja. The first thing he says when he comes to this persecutor of Christians. Þegar hann kemur og hittir þennan sem búin að ofsækja kristna. He says, brother Saul. Hann segir, Sál, bróðir. He calls him brother. Hann kallar hann bróðir. Saul has done nothing to earn brother. Hann hefur ekki gert neitt þess að eignast þennan titil. He's done everything in spite to earn that name brother. Hann hefur gert allt öndvert því en að geta kallast bróðir í Kristi. But Ananias trusts that he's brother just because of a word from God. En Ananias hann treystir því að hann sé bróðir bara fyrir orð Guðs. He heard God speak to him and say, go, he's a chosen vessel of mine. Hann sagði, farðu, ég valið að mér sem verkfæri. So then Ananias doesn't go and approach Saul and say, you rotten sinner, why did you kill Stephen? Ananias fór ekki til hann og sagði, þú þarna drullu syndariðin, af hverju drafstu Stefán? God is always forward thinking. Guð var alltaf að hugsa langt fram á. He's always future oriented. Hann alltaf langt inn í He's framtíðina. not digging up someone's horrible past. Hann ekki að grafa upp fortíð einhvers. He's looking at what Saul will become. Hann að horfa á hvað And he Sál needed mun an verða. Ananias. Og hann horfir á Ananias. And that Ananias comes up to him and he simply says, brother Saul. Og Ananias kemur bara á hann og segir, Sál, bróðir. If you take anything home from this message today, Ef þú tekur eitthvað heim með þér frá þessum boðskap í dag. Jesus Christ is calling us to be like Ananias. Þá hann Jesús Kristur að kalla okkur að vera eins og Ananias. That there are some broken people out in the world today. Það fullt af brotnu fólki hérna út í heiminum. That they need someone who believes that Jesus could change them. En þau þurfa á einhverjum að halda sem trúir að Jesús geti breytt lífið þeirra. Somebody who would have the faith and the courage Eitthvað sem hefur trú og hugrekki. to go out to the most broken of people Til að tala við mest brotnu manneskjurnar. and come up to them and say, brother, Og kemur upp að þeim og segir, bróðir, brother, bróðir. I'm believing Jesus wants to change you. Ég trúi að Jesús vill breyta þér. I was going to say something, but I won't. I'll talk to you later and tell you what I was going to say, because I don't want to get in trouble because you're live streaming. Ég ætla að segja nokkuð en ég vil ekki segja, ég deili með þér í einrúmi síðar því að við erum að streyma. I don't know what the rules and laws are in this country. Ég veit ekki alveg hvað lög og reglur gilda hér á landi. But sometimes you might see a brother that doesn't dress or look like a brother. En stundum sérðu bróður sem jafnvel klæðir sig ekki upp eins og hann sé bróðir. Could we call them brother? Getum við kallað hann bróðir?
if Jesus calls us to reach them? Ef að Jesús kallar okkur að ná til þeirra. See, Ananias took this assignment so personally. Ananías, hann tók þessari áskorun og þessu verkefni svo persónulega. He just had a lot of faith in the plan that God had for Saul. Hann hafði bara trú á því hvað Guð var að segja Sál. So let's end this. Við skulum koma að loka niðurstöðu hér. Is there a Saul in your life? Sál viðstaddur eitthvað staðar í þínu lífi? Is there somebody who's messed up? Eitthvað sem hefur klúðrað og alveg drullað upp á baka, eins og við segjum á góður íslensku? You know, far away from God? Langt frá Guði? Difficult situation? Mjög erfiðar kringumstæður? I told you I'd be talking about relationships. Ég sagði ykkur að ég var að tala samskipti. And the first relationship that Saul had was a discipler. Og að fyrstu samskipti sem að Sál átti var annar lærisveinn. Could God use you as a discipler? Getur Guð notað þig til að þjálfa upp lærisveina? Can God use you to help someone who needs those basic starting points in the Christian life? Getur Guð notað þig til að koma bara svona grunnsporin í kristnu lífi? You know, I love it when I see, like I think it was a little girl that's running around at the start of a little maybe 1 or 2-year-old baby. Ég elska því ég sá hérna í lofgjörunni, það var eitthvað lítil 1-2 ára gömul stúlka sem hljóp hérna And when she's taking baby steps, Þegar hún að taka þessi barnaskref. She doesn't have, mommy and dad just like, get going. Hún ekki með mömmu og pappa sparka þetta í afturenda og segja áfram með þig. You're encouraging and you're coming. Nei, þú ert svona að hvetja kontu. You don't go to the baby and say, 3 steps, what's wrong with you? Þú ekki að skammast í barninu. Hvað, bara 3 skref? Hvað að þér? No, they take 3 steps and you say, hallelujah. Þú taka 3 skref og þú segir, that's so good, yeah. High five. Oh, high five. Okay, let's finish this. I always say I'm finishing, but I'm... Við skulum að reyna að lenda þessu. Ég alltaf að segja, ég sé að... Is this okay? Þetta allt í lagi? Okay. I literally do only have 2 more verses. Ég bara með 2 vers eftir. Verse 18, 19. Vers 18 og 19. Jafnskjótt var sem hreistur fjalli af augum hans. Hann fekk aftur sjónina og lét þegar skýrast. Síðan neytti hann matar og styrtist og Sál var nokkra daga hjá lærisveinunum í Damaskus. Do you want a description of the ministry of a discipler? Viljið fá uppskriftina af fyrir þann sem að þjálfa lærisveinn? Here's your instructions right here, verse 18, 19. Vers 18 og 19 akkurat uppskriftin. So through the ministry of Ananias, here's what Saul had happened to him. Í gegnum þjónustu Ananiasar þá þetta sem gerðist fyrir Sál. He had scales fall from his eyes. Og það var sem sagt eins og hreistur fjallu af augum hans. That's like a picture of the old life falling away. Þetta eins og mynd upp á gamla lífið sem bara svona fellur af manni. Notice that it's not Saul peeling those scales off of his eyes. En það ekki Sál sjálfur sem að reyna að plokka eitthvað frá augunum. But they're falling off his life. Heldur af sjálfstáðum þá bara hrynur þetta af. Because God is moving. Af því að Guð að hræra. So sometimes we want to take the scales off someone's life. Stundum viljum við vera í þessum bransa að vera að plokka hreisturinn af augum fólks. Dude, you need to get your hair cut. Þú voru að láta klippa þig, vinnur. You need to cover those tattoos. Þú voru að láta hylja þessi tattoo. Why are you wearing jeans with a hole in them? Akkur þetta í rifnum gallabuxum. And there might be things that are symbols or signs of an old life. Og það getur verið tákn og eitthvað sem tengir við gamla lífið. That we try to make fall off someone's life. Sem að við erum að reyna að plokka af eins og hreistur af lífið þeirra. Let Jesus do his work. Leyfðu bara Jesú að gera sitt verk. Let the God that is on the inside of them speak to them. Leyfðu Guði sem innra með þeim að tala til þeirra. So the scales fell off the eyes. Þannig að hreisturinn þau bara falla af augunum. He was instantly healed of blindness. Hann var jafnskjótt læknaður af blindu. He was filled with the Holy Spirit. Hann var fylltur af heilögum anda. He was water baptized. Hann tók niðurdýngaskip. And then he was given food that made him strong. Og svo var hann gefið matur sem að styrkti hann. Here's five keys for a discipler. Þetta 5 lyklar fyrir lærisveina. That you walk with people as the old things fall off their life. Að þú labbar og gengur með fólki þó að gömlu hreisturinn að falla af lífið þeirra. You pray for their healing. Þú biður fyrir lækningu þeirra. Literally and figuratively. Raunverulega og tákrænt.
They have spiritual blindness they need to begin to see. Þau eru haldin andlegri blindu og þurfa að byrja að sjá. Get them filled with the Holy Spirit. That was the third thing. Fyllast af heilugum anda þriðja lagi. Have them be baptized in water. Að þau taki niðurdýrlingaskírn. Water in Iceland, it's really, really cold. Vatnið á Íslandi mjög kalt. Just to see if they're a real believer or not. Bara til að ganga og skuggum að þessu alvöru trúa fólk. Are you tough enough to serve Jesus here? Ertu nógu mikill nagli til þess að þjóna Jesú hér? They're taking you to the side of the glacier. Við förum með hérna eitthvað jökulvatn. They come out and there's ice on their head. Og þeir koma upp með klaka á hausnum. And it said he was given food that made him strong. Og það er sagt að hann var gefinn matur sem að styrkti hann. Again, literally and figuratively. Bæði líkamlega, raunverulega og andlega. Sometimes people need a meal. Stundu þarf fólk bara að fá venjulega mat. And every new believer needs the Word of God. En hver nýr trúaður þarf á orði Guðs að halda. Man doesn't live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of Maður God. lifir ekki á brauði af einu saman, heldur sérhverju orði sem gengur út af munni drottins. So have you learned something tonight? Þannig hafið þið lært eitthvað hér í kvöld? Connections for life. Það eru tengingar til lífstíðar. Can we be a life connection for someone? Ég trúi að þið hafið lífstengingu við ykkur. Yes. Yes. And you need a life connection for you. Og þú þarft á lífstengingu fyrir þig að halda. Sometimes God will send people from far away to be connected to you. Stundum sendir fólk frá fjarlægum stöðum til þess að ná til þín. And then you receive them. Og þú meðtökur. Even if they had rocks thrown at them. Jafnvel þótt að séu búið að henda grjót í þau. Smelly ladies sitting by them. Illa lyktandi kona við hliðina. I shouldn't even say that. Ég ætti ekki að segja taka svona til orða. Because real persecution happened in the Word of God. Það alls konar hluti sem gerast í orði Guðs. So I don't want to belittle the things that true saints of God have done. En ég vil ekki lítalækka það sem að sannir dýrlingar Guðs hafa gert. Thank you, Father. Þökkum við, Faðir. How many of you say right now, I think I'm called to be an Ananias to someone? Hvað mörg ykkar sem geta rétt upp og segja, ég held að ég sé kallaður eða kolluð til þess að vera Ananías. How many of you know who is your Saul? Hvað mörg ykkar sem vita hver Sál ykkar? Do you have someone? Do you know someone? Sjáu þið ykkur fyrir ykkur, þekkið ykkur sem að þið vitið þetta ná til? That really tough case? Þetta mjög svo erfiða mál. Do you have someone? Eru þið með ykkur í huga? If you have someone, stand. Ef þið eru með ykkur í huga, þá rist á fætur. Don't point at someone else in the church. Ekki vera að benda ykkur mannin í kirkjunni. I say, do you have someone that's a tough case? Ertu með ykkur sem er svona vandamál? Sister Sally. Já, það þessi þarna, Sally systir. Forgive me, sister. Hún aðal caseið, sko. I thought that's what was going on. Ég held að þetta væri svoleiðis. Keep those counseling relationships private. Við skulum halda svona ráðgjafa samböndum prívat. Father, let's pray for these ones. Við skulum biðja fyrir þessum. Father, I pray for these Ananiases. Faðir, ég bið fyrir þessum Ananíusum. I pray for these ones that are standing. Ég bið fyrir þessum sem hafa risið á fætur.